ágæta fólk, þetta fyrsti morgunþáttur miðjunar hér á Samstöðinni og fyrsti gestur minn Helga Vala Helgadóttir, alþingismaður. Góðan daginn, Helga Vala. Góðan daginn, Sigurður. Mér langar að byrja svolítið á því, mér finnst einhvern veginn eins og stjórnarandstaðan hafi búin að breyta sér svolítið í klappli ríkisstjórnarinnar. Það svona, þið samþykkið allt sem gera og jafnvel hrósið þeim í hástert. En mér finnst ekki leggja neitt annað til. Eru aðgerðir ríkisstjórnarna ykkar bara hreinlega fullkomnar? Nei, alls ekki. Staðan hins vegar þessi að við erum núna í hamfara ástandi. Já. Og þá verða allir sem að mögulega geta og hafa tækifæri til að hlaupa og reyna einhvern veginn að koma fólki í bátana. Það bara þannig. Já. Og og vera ekki að þvælast fyrir. Nei. En hjálpa til og það það sem við erum að gera, það sem gerist inn í þinginu að það fara í algjöran forgang þau mál sem að verður að afgreiða hratt og örugglega skilaboð út í samfélagið til þess að grípa það fólk sem að missa vinnuna, grípa það fólk sem að missir verkefnin sín bara á einu augabragði. Það bara ég ætla að klára. Og þá stendur maður ekki á bryggjunni og fer að rífast við fólk hvernig við ætlum að gera þetta, heldur reynir að leggja til hvaða fólk á að eiga forgang í bátana. Og hvaða mögulega beðið. Líkingamál þitt minnum á þegar ég var til sjós að það vandræða ástand og þá Bjarni Benediktsson orðinn skipstjórinn á bátnum og þá bara hásetarnir segja ekki neitt, þeir bara fylgja skipstjórnum. Það ekki, það bara þið fylgið, það neyðarástand, Bjarni leggur fram ykkur tillögur og þá það bara ykkar að ganga í takt eftir honum. Það ekki þannig? Þú heyrir þetta að fólk verður með mér eins og ég bara... Já, en þá ætla ég bara að benda á hvað við vorum að gera í síðustu viku í velferðarnefnd. Við fengum á föstudaginn fyrir 2 vikum, þá fengum við mál frá félagsmálaráðherra sem að litur svona lítil og saklausislega út. Annars vegar laun í sóttkví og hins vegar starfshlutfall, minnka starfshlutfall. Og þetta mál varðaði minnka starfshlutfall átti að kosta einhvers staðar á bilinu 700 til 1200 milljónir. Þetta mál kom inn til okkar og var auðvitað unnið í flýti inn í ráðuneytinu, allt gott með það. En á endanum, þegar við vorum búin að vinna þetta mál inn í nefndinni og kalla til okkur urmulgestir og við unnum allan sólarhringinn, bæði að því að við vingsa úr umsóknum, en líka að tala við gesti og fá gesti á fjarfundi eins og þetta, að þá breyttist þetta litla mál úr 700-1200 milljóna máli yfir í 20 milljarða pluss. Af því að við tókum mjög þétt utanum sérstaklega viðkvæmustu hópana. Við pössuðum að enginn sem á lægri launum færi undir 400.000. Við pössuðum að það fólk yrði ekki fyrir þessari hlutfallslegu skerðingu eins og allir hinnir. Það stóð það til Við hækkuðum rammann úr 80% upp í 90%. Við tókum inn sjálfstæðu atvinnurekenduna, listamennina, gætana og alla þessa einstaklinga í ferðaþjónustu og annars staðar. Ég meina, þetta það sem maður gerir þegar maður í björgunaraðgerðum. Þetta fólk var ekki og þetta tókst okkur að gera. Þetta fólk var ekki í planinu eins og kom inn í velferðarnefndina. Nei, alls ekki. Það var bara annað gangi. Það átti bara að miða við 50% skerðingu á starfi og alls konar rammar og alls konar þök og ekki tekið tillit til viðkvæmasta hópsins sem við bara vörðum. Það fer enginn undir 400.000. Það bara, þú ferð ekki neðar af þeim. Nú auðvitað veit ég að það fólk úti í samfélaginu sem á lægri launum og það auðvitað skömma því í okkar ríka samfélagi. Við allavega tókum ákvörðun að fjölga ekki þeim hópi. En Helga Vala, þrátt fyrir allt þetta... Ég stjórnarandstaða meðal annars, þannig að ég bara sagt að ég sé heima að mér að gera ekki neitt. Nei, það að gera skipta skapi í þessu máli. En hitt annað, að Þórhildur Sunna, ég les eftir henni í Fréttablaðinu í morgun, að aðgerðina snúi fyrst og fremst að efna í velsettra kalla, miðeldra kalla. Já, hún ekki í velferðarnefnd. Hennar fulltrúi í velferðarnefnd, eða fulltrúi Pírata í velferðarnefnd Halldóra Mogensen og hún hefur staðið sig brjálæðislega vel og var áður formaður í þeirri nefnd og stóð sig mjög vel í því. Hún hefur svo sannarlega
verið að halda á lofti þessum röddum sem eru ekki vel settir ríkirkallar. Þannig að við vorum algjörlega samhljóma í því, Samfylking og Píratar, að tala fyrir þeim hópi sem eru listamenn, sem eru í ferðaþjónustunni, sem eru einyrkjar. Ég meina, þetta er ekki ríku velsettu kallarnir, sko. Nei, má ég þá spyrja þig að í því ástandi sem nú og þessi svona einhugur á þinginu, að þú alveg hreina samvisku gagnvart því. Þér finnst ekki þér vera of auðveldi í drætti? Já, sko, þarna var ég að lýsa stöðunni eins og hún er inn í velferðarnefnd. Já, í þessu máli. Að Ágúst Ólafur, hann er inn í fjárlaganefnd núna og ég heyrði ekki betur en að það hefði tekist að hækka fjárfestingar 5 milljarða í gær eftir hans tillögur. Það fjárfestingar í opinberar framkvæmdir. 3.000 milljónir. Í opinberar framkvæmdir? Já, nei, ekki bara opinberar framkvæmdir. Við erum að tala um nýsköpun, við erum að tala um rannsóknarsjóði til þess að reyna að grípa námsmennin okkar. Allar okkar hugmyndir snéru að öðrum hópum en þeim sem var kannski ríkisstjórnin var mest að horfa á. Það voru 5 milljarðar bætast við í gær, segir þið? Er ekki? 5 milljarðar bætast við í gær, er ekki? Já, það allavega leit þannig út í gær. Við erum eftir að sjá hvernig það hefur farið. En við erum að horfa á þennan hóp sem út allt samfélag, sem í annars konar vinnu. Nýsköpun, rannsóknum, sem ekki bara með hamarinn, sko. En hérna áður mjög mikilvægt að grípa líka, en það þarf að grípa. Áður snúum okkur að öðru, þá það samt þannig að aðgerðir íslenska stjórnvalda eru ekki svo miklu í samanburði við það sem að gerast í öðru löndum. Þetta eitthvað bara fyrsta skref, sérðu fyrir þig hvernig þetta skref það verður, eða staðan enn? Við höfum auðvitað gagnrýnt það mjög mikið að aðgerðir íslenskra stjórnvalda eru bæði hlutfallslega mun lægri en í löndunum í kringum okkur. En ekki síður það að stjórnvöld virðast einhvern veginn halda að þetta sé einhvers konar svona stökkpallur fyrir ráðherra Íslands til þess að láta ljósið skína og eru með auglýsingarstofur beinlínis að taka upp vídeó þar sem að þau eru einhvers staðar út á Austurvelli eða á Hestbakki eða hvaðina til þess að auglýsa hvað þau eru frábær. Við erum ekkert í því, en þau einhvern veginn líta svo á að þau eigi bara að koma með blaðamannafund og láta okkur svo vinnuna inn í þinginu og það hefur gengið ágætlega núna, en auðvitað væri miklu betra fyrir þjóðina ef við kæmum fyrir að borðinu og við kæmum saman út með hugmyndirnar. En þau eru greinilega ekki það því þau einhvern veginn halda að þau munu græða svo mikið á þessu. Ég veit ekki hvenær þau ætla að fara að treysta okkur til þess að koma að borðinu fyrir. Það er kannski þeirra svona verð stendur hjá þeim, sko. Ég átta mig ekki alveg á því. Þegar maður sér núna það rosalega mikil samkeppni milli ráðherranna. Þau eru einhvern veginn svona í panik, þessi fann að glansa aðeins og mikið og svona. Og eins og þú sagði, Bjarni kemur fram sem einhver leiðtogi. Hvar forsætisráðherrann, sko? Já, ég segi líka. Ég búin að segja, sko, hann svona í aðalhlutverki og aukaleikararnir, Sigur Ingi og Katrín, og ég alveg í skugganum. Og hann svona hirða svið. Og það eins og sjáum við síðustu skoðanakönnun MMR, þá ríkur Sjálfstæðisflokkurinn upp í 27,1%. Það það sem að, sko, mér finnst, því gefa þarna svolítið frítt spil að það sem það andri, sko, núna fyrst að þú ert að segja að þau eru svona í pakka uppboði, búa til að sér einhverja glansmyndir. Já, þetta er... Þau séu að nýta sér ástand. Já, þetta er svolítið spurningu smekk, Sigrún. Mér hugnast ekki endilega að fara núna í einhverja auglýsingamennsku það hvað við erum frábær. Mér finnst það bara ekki smart á þessum tímapunkti. Sjálfstæðisflokknum finnst það greinilega smart. Ég meina það er alltaf drukkna í samfélagsmiðlunum af auglýsingum frá Sjálfstæðisflokknum á þessum tíma þar sem að fólk er að velta fyrir sig hvernig það var að gefa börnunum sínum að borða. Mér finnst það ekki smart. En þetta er smekksatriði. Varðandi það, sko, að Sjálfstæðisflokkurinn rjúki upp, það var alveg augljóst að hann var bara að taka aftur fylgið sem fór til Miðflokksins. Ég meina, við hreyfðumst ekki neitt, sko, og VG hreyfðist ekki neitt í þessu ástandi. Ekki neitt, sko, þau græði ekkert á þessu. Þannig að þetta virðist vera sem að gömlu sjálfstæðismennirnir hugsi, já, í svona ástandi þá treysti ég nú Bjarna frekar en Sigmundi til þess að leiða okkur í gegnum þetta. Þannig að það virðist vera að tenda sig, sko. Heyrðu, Helga Vala, það er annað. Það er dómurinn sem þetta gerð. Ég veit að þú ert lögfræðingur og hefur mikinn áhuga á þessum málum. Að
Guðjón Skarphéðinsson tapaði málinu, getur sagt að Katrín hafi unnið, það ósmekklegt að segja það? Katrín vann? Já, mér finnst það ósmekklegt sko, en ég meina, þetta íslenska ríkið, hún er fastvari fyrir það. Þá gerir það bara ekki neitt, en ríkið vann. Ríkislögmaður sigraði í þessu máli. Og Ragnar Aðalsteinsson, sem ágæti mannréttindalögmaður sem er nú lögmaður Guðjóns, hann segir að þegar sýknaður með endanlegum dómi, óaf því hvort sýknaður vegna sönnunarskotni vísindamála, hann segir að hann búi, sko, það er verið að gera lítið úr sýknudóm, ég ætla að segja það bara. Ég greip á löngu stað niður í þessa grein, en það verið að gera lítið úr sýknudómnum sem kom eftir áratuga baráttu. Já. Er það ekki? Það er bara aftengja. Er það ekki niðurstaðan? Jú, það er niðurstaðan. Og sko ekki bara niðurstaðan, heldur sko röksemdafærsla dómara í þessu máli er slík að mér var eiginlega bara óglatt í sófanum heima hjá mér í gærkvöldi því ég var að lesa þetta. Ég trúði ekki mínum eigin augum. Þetta er bara þannig mál. Ég trúði ekki þessum dómi og ég skil mjög vel að áfrýjun hafi verið lýst yfir strax í dómsal í gær. Af því að þarna er bara sagt Hæstaréttardómurinn tók ekkert á málsatvikum sýknudómurinn. Það var eingöngu verið að fallast á kröfu saksóknara sýknu. Þannig að allt sem stendur málsatvik í gamla dómnum frá 77, það stendur. Og þetta er auðvitað alveg rosalegt að var bara einn dómari eitthvað? Já, einn dómari. Það verða þrír í Landsrétti. En sko, svo ekki bara það sko, hún talar að allar kröfurnar bætur séu fyrndar, af því þær hefðu átt að koma fram einhvern tímann í árdaga upp úr 1977 varðandi harðræði og allt það sko, þetta eru 20 liðir sem styðja kröfuna og hún segir að það séu fyrndar en leggur svo lykkju á leið sína til þess að í rauninni sparka í stefnanda, Guðjón Skarphéðinsson, að hann hafi átt einhverja sök á því hvernig þetta fór, að málið hafi dregist af því að hann hafi sagt eitthvað og eitthvað og líkur ekki einu orði að því að maðurinn var í gæsluvarðhaldi í 1202 daga eða á 4. ár og þar af einangrun í 412 daga. Það er meira en ár þess að mann er í einangrun. Þetta var áherslu atriði að Andra Árnasyni ríkislögmanni, einmitt þetta sem þetta faraði núna. Já. Að hann sjálfur bæri ábyrgð að sök á því hvernig málið fóru. Já, þannig að hún tekur bara undir hans kröfur, sýknukröfur ríkislögmanns. Og ég En nú eru fleiri til dæmis Kristján Viðar, hann er komið í mál líka og jafnvel fleiri. Já, að þau má hljóta þá stöðast núna í héraði þar til þetta er gengið í Landsréttum. Eitthvað. Já. Þetta á bíð, þarf fólki enn að bíða til að fá endanlega niðurstöðu. En við getum líka alveg séð fyrir okkur einhver annar dómari fái eitthvað annað mál og einhvern veginn. Ég veit ekki hvað fer eftir hvað stendur í stefnunum, en ég er bara ósammála. Ég er ósammála með niðurstöðunni, en það er bara þannig sem það er. Eru þingstörf í dag? Já, það er nefndastörf, það er ekki þingfundur. Hvernig gengur ykkur með nefndastörfin? Er það fjarfundir? Já. Alfarið fjarfundir en formenn nefnda þeir sitja niður á nefndasviði og stýra fundunum þar. Það er eitthvað svona formalitet, þannig að við erum ósköp einmanna þarna, ég og Willum Þór og Óli Björn. Þeir eru í formanefnd og efnahagsviðskipti. En segðu mér annað, sko, þessi reynsla af þessum fjarfundum, kemur þetta til með að breyta ykkur í starfi ekki endilega þingsins heldur en bara almennt? Þetta geti breytt fundum hérna og það, þannig að fólk veljist á þetta fyrirkomulag? Sko, ég var aðeins að ræða þetta í gær. Þetta er frábært fyrirkomulag að vera á fjarfundi. En maður skal ekki vanmeta félagslega þáttina því að mæta í vinnuna. Að mæta einhver, að hitta fólk við kaffivélina og að borða með fólki í hádegismat út allt samfélag. Ég held að við þurfum aðeins að tala það líka.
að hvað félagslegi þátturinn af því að hitta fullorðið fólk, ekki síst fyrir barnafólk sem talar við börnin sín, að sko félagslegi þátturinn af því að hitta annað fólk skiptir mjög miklu máli og þá það fær því ekki fullnætti í gegnum fjarfund. En kæra vinkona, ég verð að hætta þessu núna en ég á því að síðan. Takk fyrir fjörut samtal. Takk. Já, bless. Jæja, þá vona ég ekki að Magnús Einarsson sé á línunni. Sæll og blessaður. Já, blessaður frendi. Hvað segir ég, þú náttúrulega innandyra á Alicante? Já, það ekki hægt annað, það fyrirskipun frá bara kónginum, skils mér. Já, og hér og lögregla það ekki bara hér og lögregla á vaktinni? Jú, maður sér lögguna tölvört bæði á mótorhjólum og hjólum og akandi og þeir fylgjast með grannt og það verið að rugga fólk ferðir sínar. Ég tvis að verið stoppaður. Já. Bara við það, ég fer ekki neitt, ég fer bara ég fer út í búð til að kaupa svona nauðsynjar og hendi ruslinu, þetta svona hápunktur dagsins hjá mér. Já. En senare ekki líka sko bara, fólk beðið að sýna bara kassakvittanir, að það sé að koma úr búðum með ekki, það bara, þú ert að sanna hvað þetta gera. Þetta full alvara, eða ekki? Þú þarft að gera það, sko, fast til tekið, sko, þeir hafa að séð gegnum fingur sér við mig, útlendingur og vitlýsinginn, sko. Sem tala takmarkaða spænsku. En ég hef séð á rukka einmitt kassakvittanir og það var einn tekinn hérna daginn sem var með brauð. Og þeir vildu fá að sjá brauðið, þá var það náttúrulega orðið 10 daga gamalt eða eitthvað. Já, það var alltaf með sama brauðið í göngutúrnum. Já, alltaf með sama brauðið að spársera bara borgina. Já, en þetta hérna, þetta ekki þvingað, Magnús? Þetta ekki svolítið þvingað andrúmsloft að vera í? Jú, og þetta farið að skila sér í allskyns núningi, sko. Það allskyns núningur að koma upp. Sko, hérna, eins og þú veist, þetta mjög þröngbílt hérna og þéttbílt. Og fólk mikið út á svölum. Að tala saman og svo æpir það á þá sem að ganga og segir snautaðu heim vitlýsingurinn þinn. Þeir svolítið orðljóti Spánverjarnir, sko, eins og þú kannski veist. Snautaðu heim vitlýsingurinn og segir orgaðir og þeir hrækja á fólk og það komið svolítið svona pirringur og það gerðist núna í gær að það var verið að flytja fólk af elliheimili hér í Andalúsíu inn í lítið bæ á meðan það var verið að sótthreinsa elliheimilið og þá komu unglingar og hentu grjóti í sjúkrabílana sem voru að flytja gamla fólki og orguð og ókvæðisorð og það komin allskyns pirringur. Þetta ekki líka sko að komin ótti í fólk? Þetta náttúrulega ótrúleg ógn sem að stöðra fólki og hræðsla eða ótti sem þá kannski brýst fram eitthvað það verra í fólki heldur en það sem almennt. Það alveg rétt og óttin náttúrulega eitt sterkast aflið sem að til í manninum, sko. En þeir, sko, fólk að berjast líka við með allskyns hætti þar að segja þeir mennum að ganga með einhverja andlitsgrímur sem veita sjálfsögum mjög takmarkaða vörn og bara svona, bara eitthvað psykológist fyrir þá sjálfan að setja upp þessar grímur sem gagnast ekki nema og sért algjörlega í nánd við einhvern sýkta. Menn halda hérna fjarlægð, þetta svona, og það hleypt inn í verslanir bara, það fær ekki nema einn í einu að fara inn í tóbaksbúðina og einn í einu inn í bakaríið, örfáir inn í verslanir, þannig að það verið að sortera og það verið að stjórna þessu mjög stíft. Og mér sýnist Spánverjarnir líka bara að taka þessu mjög vel. En það hérna, hvað þetta útgöngubann búið að vera núna, hvað 3-4 vikur? Það nú ekki nema 2 vikur núna. En það eru 3 vikur til viðbótar, þannig að þetta getur orðið þess að lágmarki 5 vikur. Já. Hérna, ég bý hérna við lítið torg, alveg í miðbænum í Alicante. En við þetta torg eru 6-7 veitingastaðir og barir. Og það náttúrulega allt lokað og maður sér varla manneski koma hérna, sko, ganga hérna fram hérna bara með kerru og grímu og það eina sem maður sér það eru dúfurnar, sko, það mikið dúfum hérna. Það svolítið erfitt núna vegna þess að þær hafa lifað á restaurantunum, fólk Alveg rétt.
Og svo núna er fengitími hjá bjúanum, þannig að það dúfna kynlíf hérna út allt torg og stræti. Og það svona mesta lífið hérna í borginni núna, það eru dúfurnar. Já. En þetta hjá þér, þú veit svo náttúrulega þú bara bundin inni heima og þú kemst ekkert út að njóta menningar eða tónlistar? Nei, það ekkert að gera sko, það alveg steindautt. Maður bara horfir á sjónvarpið eða Netflix eða skrifar eitthvað eða ég náttúrulega með hljóðfæri mín hérna og spila svolítið og svo stúdera ég spænskuna líka, það tími til þess núna. Nægur tími? Já, maður að læra óreglulega sagnir í öllum tíðum. Já, en kom aldrei til greina þér að koma heim? Nei, ég sjálfur sér ekki sko, ég átti ekki að neina að hverfa þar, ég hefði þurft að liggja inni hjá einhverjum ættingi eða kunningja í sóttkví í hálfa mánuð, þannig að það var ekkert spurning í mínu tilviki. Nei. Við fórum heim og ekki síst vegna þess að það kom upp orðrómur það, við vorum ekki svo sem viss, kom orðrómur það að svona leigusamningum eins og við vorum með svona skammtíma, það er nokkra mánaða leigu, að þeim yrði jafnvel rift. Þannig að við ákváðum að við erum ekkert að bíða eftir því, þetta er bara að koma okkur heim, en það segir svo sem ekkert eftir því. Þarna er þó í sóttkví við getum að fara út að ganga og við fara út með ruslið og fara í bíltúr. Já, ég hef ekki heyrt það hérna hjá okkur, hérna í Alicante. En ástandið er ekkert svo ígjað slæmt hvað varðar sko, ástandið er verst í Madrid, Barcelona og hér og þar fyrir norðan. En það hafa verið mjög slæm dæmi hérna, það bær hérna 60.000 manna bær sem heitir Alcoy. Þar bara smitaðist heilt sjúkraheimili fyrir aldraða og það dóu bara 30-40 manns bara á örfáum dögum og í þessum litlu borg. En hérna í Alicante sýsla nær yfir alla hvítuströndina til Torrevieja og alveg til Benidorm og hérna á þessu svæði búa 2 milljónir og hérna hafa núna fallið 80 manns og viðbrögð stjórnvalda er alveg jafn mikil í Alicante sem á annars staðar á Spáni. Ég átti við það, hvernig líf ykkar markast að þessu, burt sér á hvort að sé minni veikindi og annað hjá ykkur, þá er sami móral. Já, það er alveg sömu reglur alls þar, en það er bara tekið, mér sýnist sko fréttum að það er tekið miklu harðar á þessu til dæmis í Madrid og Barcelona. En hérna ég heyri það bara, það er menn að vinna, það er iðnaðarmenn á störfu hérna, það er byggja hérna hús hérna sko, eftir í götunum hérna við liðina. Það eru menn að vinna alveg á fullu sko. Og verslanir eru opnar, matvöruverslanir, tóbaksverslanir, apótek, glerugnaverslanir og bensínstöðvar. Þetta er opið. Og þú getur farið þangað og átt þangað erindi. Og en þess utan það maður séð þetta hefur ekki alveg alslæm áhrif, glæpir hafa snarminnkað, mengun hefur alveg bara dottið niður, sem var svolítið vandamál í stóru borgunum. En við erum að eins og alþekktir í útvarpssjónvarpi, við erum að brenna inn tíman, en Magnús, ég þakka þér innan fyrir samtalið og líðið sem best við þessar aðstæður. Takk, sömuleiðis. Bestu kveðjur. Já, takk, skila því. Jæja, ágætu hlustendur, ég minna á það í fyrramálið verður nýr þáttur, það er helgarþáttur miðjunar, að þá verður gestur, sama tími í fyrramálið, klukkan 9:30 og gestur minn verður Jón Danielsson. Sæla sinni.